það sem heillaði með Engla alheimsins var sko margþætt. Það annars vegar bara sagan í sjálfum sér, bara bæði ljóðrænin í sögunni og einhvern veginn sko bæði samfélaginu sem lýsir og ekki síst kannski þessari þrautagöngu Páls sjálfs, sem ég held að endurspegli þrautagöngu mjög margra einstaklinga í samfélaginu. En sem fannst mér ekki síður heillandi í rauninni sko ástúð sko þjóðarinnar gagnvart þessari bók. Þannig það ekki nóg með að sagan sé sterk, heldur einmitt nálægð hennar í þjóðarsálinni sterk. Já, hann okkar segja þetta sem helst heillaði mig. Að ég trú ekki að leikhúsformið henti vel til að skila bókmenntilegri upplifun. Ég held að leikhúsformið skili sér best í leikhúslegri upplifun og efniviðurinn geti meðalans fyrir bók. Og það sem gerir verkum sko, leikrit maður alltaf pinkulítið meira bundin af því að það búið að skrifa textan í leikrit form. En það skemmtilega við að taka bókmyndaverk og segja bara, þetta bara efniviður, að maður gefur sjálfur sér unni frelsi til að skapa verk á þeim forsendum sem maður vill. Mér finnst mjög mikilvægt að vinnuferlið myndi sko vera allir með virkjaðir í vinnuferlinu og í rauninni eins og sko, að vera að berjast fram og tilbaka í leikgerðinni fram á síðustu stundu og fólk að henda í púk og það verið að velja úr og hafna og pröfa og henda og það gerir það verkum að allir eiga sinn þátt í sko heildar niðurstöðunni og það gerir að þú upplifir þetta sjálf, þú upplifir afstöðu allra gagnvart verkinu svo sterk. Þannig að kannski að mörguleyti svona kaotískt vinnuferli endurspeglast kannski einhvern veginn í meiri einingu þegar uppi stendur. Sko ég var mikið velt fyrir mér hierarkí í leikhúsinu og sko það hefur breyst alveg ofboðslega mikið bara sko í samfélaginu. Sko hugmyndin hinn sterka leiðtoga, hugmyndin géníið sko býr ennþá með okkur en hún hefur veikst ofboðslega mikið því við höfum goldið mjög harkalega fyrir þær hugmyndir. Og það hefur orðið gríðarlega svona lýðræðisvakning og það veit eiginlega enginn almennilega ennþá hvernig sko á að fara með það. Og leikhúsið sko, þú veist, sko sérstaklega kannski á meginlandi Evrópu hefur verið kyrt í töluverðan tíma á hugmyndinum sko leikstjóran sem géní og kannski í Bretlandi meira sem sko leikaran sem géní. Og ég hef notið þess mjög í Þýskalandi að geta leikið með þessi hugmyndir af því að rauninni sko mann afhent alræðisvald og maður getur sem alræður ákveðið að gefa valdið aftur frá sér og það alltaf miklu auðveldara heldur en þú fengir ekkert vald og þurftir alltaf að vera berjast fyrir því litla sem þú hefur sko. Þess held ég að þess henda mér mjög vel að alast upp í þýska leikhúsheiminum. Ég hef líka mikið veltið fyrir mér að þetta sko, sérstaklega kannski leiðin sem fyrir mig í England sko ákveðin lýðræðisvæðing á leikhúsinu. Að sko áhorfendur eru settir í þá stöðu að vera viðstaddir. Það er engin lokun á milli, það er ekki veggur og þú situr bara tiltölulega öruggur bak við hann og veist að allt sem gerist þarna er bara öruglega feik. Sko, leikhús alltaf feik. En það skrýtna við leikhús það að þessi feik upplifun algjörlega raunveruleg. Og með því að taka vegginn niður, sko, maður að mörgu leyti að fara fram að það sama áratur að þeir sko taki þátt og bera auðvitað einhvern veginn þar leiðandi ábyrgð og það þá náttúrulega bara eins og alla ábyrgð og verður maður mjög varlega að fara með hana en upplifunin þeim sterkari því að þú ert sko raunverulegur þáttakandi. Sýning Engla alheimsins ekki negld í stein sko það ekki þannig að það sé búið að ákveða hvernig allt í henni fyrir upphöð til enda og það bara hreinlega lærðum við það í ferlinu að það var sko að hún varð að búa yfir þessari upplifun að hún væri bara hér og nú og þar alveg verður hún að vera hér og nú og hún yrði bara að taka það inn sem var að gerast og það bara fyrst við göngum það nærri leikurum við göngum það nærri áhorfendum að það var ekki réttlætanlegt að ákveða allt fyrir það var ekki hægt og þá bara eina vitið í stöðunni að segja bara þá skulum við bara keyra á stemningunum sem í gangi
og ef það er ofboðsleg stemning þá verður þetta svo rocktónleikar og ef það er rosalega þungt þá verður þetta eins og útfara mars og ef að einhver er ofboðslega vonsvikinn þá bara tekur hann inn sýninguna og ef einhver er springugliði tekur hann inn sýninguna og það bara heldur öllum á tánum og þú finnur það þú finnur að þú ert ekki að horfa á sko málverk sem er málað á 18. öld sko. Þú veist heldur það er bara verið að mála fyrir fram að þig hér og nú sko og það bara getur allt klikkað